Við erum komin hérna með helsta eftirrétta og súkkulaðisnilling okkar landsmanna, hann Hafliða Ragnarsson í Moses Bakery. Heyrðu, þú ert hérna búinn að taka út hérna smá lager hérna fyrir okkur. Hvað, þú ætlar að kenna okkur eitthvað einfalt, eða ekki? Eitthvað svona einfalt, jú. Í staðinn fyrir að nota dökkt súkkulaði, þá ætla ég að nota hvítt súkkulaði núna. Það gera hvíta súkkulaðimús og svona aðeins sætari sko, en alveg rosalega góð. Mjög einföld. Hvað gerir þú svona þegar þú ert að velja súkkulaði eins og hvítt? Er það margir styrkleikar að hvítu eða er það bara svona eitthvað sem maður grípur bara í búðinni? Númer 1 og 3 náttúrulega er að velja gott súkkulaði sem inniheldur eingöngu kakósmjör. Það er alltaf þetta sama. Að velja góð gæði. Ekki eitthvað með eitthvað annarri fitutegund í. Hérna er ég með alveg topp súkkulaði. Og svo er þetta náttúrulega smekkur bara að bragða til hvað manni finnst gott sko. Við erum með hérna súkkulaðiskál. Við erum með hérna mjólk og vanillu stangir hérna í. Og þú ert náttúrulega ekta vanillu, segi ég. Já, og svo matarlími sem við byrjum alltaf að setja í bleyti. Það þarf að vera í köldu vatni í bleyti í svona 5-10 mínútur áður en við setjum bragðið niður sko. Og þá setjum við bara rjómann af stað. Þeytum hann, létt þeytum hann. Bara setjum hann hérna rólega af stað og leyfum honum svona bara alls ekki þeyta hann á hratt. Og við ætlum að hafa hann bara létt þeyta. Næst hittum við mjólkina og vanillustanginnar á hellinni. Það gerum við til að bræða súkkulaðið. Já, og notum það síðan til þess að bræða súkkulaðið. Ok, þá er suðan komin upp á rjómanum. Það er ótrúlega góð svona vanillulykt sem kemur á ferskri vanillu. Kemur góð vanilla, sko. Þá tökum við bara matarlími hérna og kreistum aðeins af því vatnið, svona mesta, og bara út í rjómann. Það er svona heitur og þá bara leysist upp þar, sko. Þarf þetta eitthvað að bíða, er þetta bara svona málið að setja þetta til dæla heitt út í súkkulaðið? Já, bara nota hitann, við notum hitann af rjómanum til þess að bræða. Gerum hrærum aðeins í þessu til þess að það sé örugglega allt uppleyst. Og svo þurfum við að sigta út af vanillustangunum. Já, ná þeim úr. Það er nú heyrt að fólk sem fjárfestir í svona ferskri vanillu, það nota vanilluna í sykur til að gera svona eigin vanillusykur og kannski nota það út í kakó eða... Já, þú getur náttúrulega, stangirnar eru ekki, sko, þau eru búin að skafa úr stöng. Það var helling af vanillukotnum eftir. Já, mikið bragð. Þannig að hérna, þú getur meira að segja tekið það frá og þurrka þær og nota þær aftur eða setja þær einmitt í hérna sykur til þess að búa til vanillusykur. Síðan tökum við þetta hérna og bara byrjum hérna í miðjunni og hrærum rólega til að fá bindingu. Við fórum nú í súkkulaðiskóla saman til Frakklands og við lærðum með svona súkkulaði að það er ekki saman hvernig maður hrærir það. Það er svolítið skrítið, þú getur kannski sett það eins og það við. Já, bara það er, þegar við erum að binda saman fitu og vökva, að þá byggist upp að við þurfum að ná, sko, eins og við erum búin til hérna bernes eða mænis og ná bindingunni. Við erum rauninni að binda fitu og vatn saman sem að þetta venjulega kringumstæðum fer ekki saman nema með svona smá núningi. Til þess að fá fallega sko, byggingu í músina, annars fáum við hérna, hún getur öðvöldlega skilið sig eða skilið sér í því hún verður svona kollnótt. Svo þetta er náttúrulega... Hérna þurfum við aðeins að hugsa áður við setjum saman og það er svona hitastigið. Já. Og... Þú ert náttúrulega með kaldna rjóma, með súkkulaði sem er kannski komið hvað niður, 40 gráður núna þegar... Já, það er svona, við getum aðeins fundið þetta hérna bara á puttanum sko. Já. Passa hann sé ekki alveg sko sjóðandi. Hann er svona í svona 35 kannski eitthvað svona. Þú vilt meina að ef maður setur sko rjóman úti þá bara verður hann ekki lengur þeyttur, þá verður hann bara orðið sko... Já, hann bara mjög hægt að hann skilja sig, skilja. Of heitt út í rjóman, mjög einfalt að skilja. Oft getur verið gott bara til þess að balansera þetta tvennt. Taka eina svona hérna af rjómanum, hérna úti. Þá hérna svona aðeins jafnar þetta sig. Þá smellum við saman. Bjarni, ég ætla að fá þetta að hella fyrir mig bara svona rólega út í rjóman. Já. Og ég hræri hérna, blandi þetta ekki án þess að sko slá því saman, heldur bara svona rólega. Þetta gæti verið svona smá svona skemmtu bara fá fjölskyldun til að henda saman góða með úr sérna. Já, allir saman sko. Já. Það er að gera rólega, ekki þeyta, ekki gera hratt. Við viljum halda loftinu í hérna rjómanum. Já. Þannig. Núna er eitthvað að fara að skeið. Þú ætlaði að fá hérna kornin sem að verða hérna alveg restina. Það er nefnilega vanilega, hún flýtur svolítið niður. Já, hún dettur svo aðeins í botnin. Svona, það er komið músina. Ég ætla bara að hella henni hérna. Við vorum að tala sílikonformin, það er þetta að fá þetta í alls konar lögum og... Þetta var hjartaform og alls konar desertform sem að
Þetta létti manni líka þannig að það hefði allir lent í að vera með fast í einhverju formi og dýfa í heitt vatn. Í kalt vatn, já, heitt vatn, já. Þannig að við getum notað þessi hérna, litla ausu hérna. Setjum ekki alveg upp og við ætlum að setja beri í þetta líka. Þetta er svo snöggur búin að ná mér. Já, þetta maður verður að vinna til pressu þegar maður er að vinna með svona köllum, sko. Þú ert búinn að laga líka marga desita fyrir alls konar fín veitingahús og maður heyrði jafnvel á flugvélum og annað, svo þú ert búinn að þróa svona hraðar hreyfingar. Já, það er svona, var að standa sig. Svo gott að slá þessu aðeins við hérna og við viljum fá svona sléttan flöt, sko. Ef maður á kökubotn inn í frystu eða eitthvað svoleiðis, þá væri hægt að skera út lítið hring og setja hérna ofan á. Ef maður á eitthvað, sumir geyma kökubotna, en það þarf ekkert endilega. Það er svona aðeins bara hérna og svo bara er að setja hérna á frost. Núna er músin inn á frosti á okkur. Þú ætlaðir að sýna okkur einfalda sósu sem væri fljótlega að gera. Bara mjög einföld. En við erum bara með himber og sykur, 200 g himber, 100 g sykur og svo erum við vanillu til að gefa henni svona aðeins. Sumir kannski myndi vilja hafa minni sykur eða meiri sykur til þess að Þetta er rauninni bara eins og tæknilega sé, bara hollari sulta, sko. Já, rauninni, minni sykur og minni Við getum bætt við þetta smá vatni ef við viljum hafa hana þynnri. En ég ætla bara að taka hana svona, rétt sjóða hana og mauka berin í, þannig að það verður svolítið svona flott á þessum. Endilega. Smellum þessu bara á hellina. Núna er þetta búin aðeins að jafna sig og... Já, látum hana aðeins kólna, hefum hana ekki alveg heita þegar við setjum hana á. Og þú vilt hafa svona smá bita í og hafa þetta svolítið kemurlegt? Já, við getum múlaðan alveg niður ekki neitt, sko. En ég ætla að hafa smá svona. Múla, hvað er það? Já, tekið hana með törrasplötunum og... Já, eða matrisliver. Já, matrisliver. Alltaf einhverja slettur á þessu köllum. Já, þetta er svona. Ok. Við höfum sósuna. Henda okkur í þetta. Og svo bara er destin hérna klár. Og auðvelt að losa inn úr forminu. Þetta er algjör snildi þessi form. Smellur úr. Já, þetta er smá hérna. Hvað heldur þetta þurfi að lengja frostið að fara úr þessu? Þetta tekur hann út, það er svona hálftími, þá er hann tilbúinn. Þú tekur þetta út fyrir aðréttin og borðar og það er þetta klárt og kemur tilbaka? Já, getur sett þetta út á disk líka, setja henni í ískáp eða bara kaldan stað. Svo skreytum við þetta aðeins hérna. Svo bara... Þá segjum við bara að það var gaman að fá þig. Takk fyrir mig. Þetta er ekki meistaramatur nema að sé með meistara og við erum með Hafliða Ragnarsson. Svo við segjum bara hvít súkkulaðimús með hindberjum, klárt.